Góðan og blessaðan daginn, gott fólk. Velkomin á þessa stund sem við höldum sameiginlega Ferðamálastofa og Ferðaklasinn. Af og til í hádeginu, svona til að létta okkur lund og breyta til og fræðast eitthvað í leiðinni áhugaverð efni og fá okkur gott í gogginn. Við erum með góðan gest hjá okkur í dag, Dr. Hallfríður Þórarinsdóttur. Hún eiginlega sérfræðingur, má segja, orðin sérfræðingur landsins í þátttöku innflytjenda í íslensku atvinnulífi. Og af því að ferðaþjónustan hefur nú verið Spútnik-greinin í síðustu hagsveiflu, síðustu uppsveiflu, að þá hefur kannski eðlilega fókusinnar beinst talsvert mikið að framlagi innflytjenda til þessa mikla vaxtar í ferðaþjónustu sem við höfum upplifað. En sviðið hennar ekki mitt, þannig að ég ætla bara að kynna hann inn og hún kannski segir ykkur aðeins betur frá sjálfu sér. Og við ætlum að hafa það þannig að við tökum spurningar eftir erindið, frekar en svona inn á milli, það nýtist betur tíminn. En endilega ef það er eitthvað eftir erindið sem þið viljið svona ræða eða spyrjum að þá verið ófeimið við það. En ég segi bara að gera svo vel. Takk fyrir, Jóhann. Og ég ætla nú bara að byrja á því að þakka Ferðamálastofu og Ferðaklassanum fyrir að fá mig hingað og bara sérstök ánægja að gera það og kynna það sem ég ætla að gera í raun og veru er að kynna hérna rannsókn sem ég vann að og þessi skýrsla er unnin upp úr og kom út í fyrra og skýrslan heitir Innflytjendur í ferðaþjónustu, drifkraftur vaxtar og hagsældar og undirtitillinn er umbreytingar á íslenskum vinnumarkaði. Og ég syns eins og Jóhann sagði, ég held ég geti alveg kinnroðalaust titla mig sem sérfræðing í atvinnuþátttöku innflytjenda á íslensku vinnumarkaði. Ég er annars menntaður mannfræðingur, bjó mjög lengi vestanhafs og lauk þar doktorspróf frá háskóla í New York og hef svona verið hér og hvar og víða, unnið bæði vítt og breitt landið og búið erlendis, en þessi innflytjendamál hafa verið áhugamál mitt í mörg herrans ár. Og eftir að ég flutti heim frá New York þá fór ég mjög fljótlega af stað og var svona einn af þeim fyrstu sem fór að setja saman vinnustofur og námskeið fyrir almenning, stéttarfélög og fleiri til að það sem ég var að tala þetta nýja fyrirbæri sem þá var gjarnan kallað fjölmenning. Og er reyndar hugtak sem ég er svolítið svona ósátt við og tala frekar bara svona margbreytileika á vinnustöðum. En ég ætla að segja ykkur frá þessari rannsókn og helstu niðurstöðum og fara í gegnum hvernig ég byggði hana upp. Hún var styrkt af Rannís og Þróunarsjóði innflytjendamála sem er staðstur í velferðarráðuneytinu og bara ganga í gegnum glærurnar og þá sjáum þið það sem vakti fyrir mér var að skoða þessa nýju lagskiptingu sem er að birtast á íslensku vinnumarkaði. Við þekkjum þessa lagskiptingu konur-karlar sem hefur verið lengi. Núna er þriðja víddin komin inn og það er svokölluð etnísk lagskipting, það er að segja innflytjendur og hvernig er hægt að sjá eitthvað mynstur á vinnumarkaði hvað þetta varðar. Og ef svo er, það vekur upp ýmsar og áleitnar spurningar. En það sem ég ákvað að gera var að skoða þessa lagskiptingu meðal starfsfólks í ferðaþjónustunni og eins og stendur þarna hvaða vísbendingar gefur hún þróun á stöðu innflytjenda innan ferðaþjónustunnar og almennt fyrir stöðu þeirra á íslensku vinnumarkaði. Þannig ég er að skoða ferðaþjónustuna að sjálfsögðu í samhengi við heildarsvið íslensks vinnumarkaðar. Nú þetta er skýrslan, hún er í þessum hlutum, hún er í tveimur, það er fyrst bara þetta hefðbundna inngangur, aðferðafræði, rannsóknar, helstu einkenni, ég málaði svona, mætti ímynda sér að mála bakgrunn, að skoða það sem einkennir innflytjendalandið Ísland, hvað einkennir það öðrum fremur, miðað við önnur lönd, hver eru helstu einkennin. Og fyrsta sjálfsögðu einkenni alþjóðlegra fólksflutninga, það er orðið yfir það sem heitir á ensku immigration eða migration
og innflytjendalandið Ísland. Síðan tók ég ferðaþjónustuna fyrir og skrifaði heilan kafla vöxtinn í ferðaþjónustunni og hvernig og hvað það sem einkennir þessa starfsgrein frá því að vera eins og þið þekkið náttúrulega miklu betur en ég, frá því að vera sumar búgrein og svo lítil að hún átti sér ekki einu sinni stað hjá Hagstofunni sem sjálfstætt fyrirbæri sem segir eiginlega meira hvernig staðina var fyrir einhverjum ári því hún fór ekki inn í atvinnugreinaflokkun Hagstofunnar. Það er að breytast núna. Nú, óhugsandi án erlendra starfsmanna og ég sýni ykkur með rökum hvernig sú fullyrðing stenst. Og síðan talaði ég stefnu og stefnuleysi í ferðaþjónustunni og ég vona að ég sé ekki að móðga einn eða neitt hérna. Ef svo að þá biðst ég fyrirfram velvirðingar á því, en ég held ég sé nú heldur ekkert að segja ykkur neina fréttir þar. Það hefur algjörlega skort á heildarstefnu í greininni og ég að skoða þessa vöntun með tilliti til erlendra starfsmanna, einkum og sérlega og bara starfsfólks almennt. Og ég lagði líka svona línurnar eða skoðaði vinnumarkaðinn út frá stéttarfélögum og réttindastöðu launafólks á vinnumarkaði sem íslensku vinnumarkaður náttúrulega eins og því sennilega öll viti ábúðslega vel reguleraður, hann mjög vel skipulagður, hann að mörgu leyti sveigjanlegur og það margt sem að við getum verið ákaflega ánægð með hvað varðar íslenska vinnumarkað og réttarstaða launafólks tryggð með lögum sem ekki allstaðar tilvikið, langt í frá. Nú, þetta eru kaflaheitin og þess vegna ég bara renni yfir þetta margföldu starfsfólk í ferðaþjónustu og síðan tók ég fyrir ákvað ég að til þess að vera ekki út allt og allstaðar að þá ákvað ég að fókusera á 3 undir starfsgreinar innan ferðaþjónustunnar. Það að segja hótel- og gististaði, hópferðabílar eða þið vitið þessi við erum að tala Greyline, Kynnisferðir, Snæland og allar þessa hópferða sem eru jafnframt ferðaskrifstofur og að selja skipulega ferðir landi. Nú, starfsfólk á bílaleigum kem inn á það hvernig þeim hefur líka þær spruttu upp úr, þær margföldust og síðan talaði líka fólk sem ekki í ferðaþjónustu eða ósýnilegt. Það að segja að það flokkast ekki sem starfsmenn ferðaþjónustunnar en þetta eru innflytjendur sem að vinna meðal annars í Leifsstöð suður frá. Þeir eru ekki í ferðaþjónustu, þeir eru að vinna í samgöngum. Þannig að þegar við erum að skoða tölur ferðaþjónustu þá verðum við að muna það. Þannig eru bara alveg tölur hópar af fólki. Og síðan var ekki hjá því komist að tala skuggahliðar ferðaþjónustunnar sem eru þessi mál sem hafa komið upp hvað eftir annað og vakið athygli í fjölmiðlum að það að segja arðrán og undirborgun og félagsleg undirboð og allt það sem hefur því miður grasserað á sumum stöðum. Og svo niðurstöður. Nú, það sem ég komst að, nú ég að muna að vera hjá mækinum, það sem ég komst að það hefði aldrei verið hægt að taka á móti öllum þessum ferðamönnum á eins ört og breytingarnar eru nema vegna þess að hingað streymdu þúsundir af innflytjendum til að vinna þessi störf sem að spruttu upp þarna. Og ferðaþjónustan ótrúlegt nokk, það hefði engan órað fyrir því, ég lofa upp á bara mína eigin æru, það hefði engan grunað þetta fyrir 15 árum, að þetta því stærsta atvinnugrein landsmanna. Barningurinn var mjög lengi vel ef ég man rétt að gera þetta að teygja úr þessum 3 mánuðum, að teygja hana yfir á apríl og september og svo október og þú veist, þetta var bara rosaleg barátta. En núna orðin stærsta atvinnugrein landsins og þess að þið vitið þá hún frá Snæfellsnesi á Hornafirði á ársgrundvelli og það eru tíðindi. Vinnuaflsskorturinn, að hann að því að Jóhann var einmitt að spyrja mig áðan það hvað það væri sem hefði drifið innflytjendur til Íslands, það eru fyrst og fremst hagsveiflur.
Og í fyrri hagsveiflunni sem var hérna milli 2004 og 2007 til 2008 að þegar fyrir hrun, við munum öll eftir því hvernig það var rosalegu gangur í byggingavinnu og að vera að byggja út allar koppagrundir og þá komu hérna þúsundir af erlendu starfsfólki og þá var mesta fjölgun nokkru sinni og ég er með gröf hérna eftir sín sýningur. Og þeir eru því miður enn sem komið mjög fjölmennir í láglaunastörfum og störfum sem ekki krefjast fagþekkingar. Það þýðir hins vegar ekki að þetta fólk sé ekki með fagþekkingu. Ég talaði til við tannlækni sem var að vaska upp á einu hótelinu hérna í höfuðborginni. Bara svona eitt dæmi. Nú, hér er graf sem er afskaplega svona, hvað maður að segja, lýsandi fyrir þessa þróun sem verið hefur hér. Ég stilti saman tveimur hérna gröfum, sjáu þetta ekki öll saman. Annars vegar nei, þið sjáu þetta ekki. Já, þið sjáu myndirnar, það var eins gott ég lesi fyrir ykkur sem stendur hérna. Á þessu hérna rauða, það stendur fjölgun erlendra ríkisborgara og innflytjenda frá árinu 2000 til 2020. Og sem sagt rauða græna línan erlendir ríkisborgarar og rauðir eru innflytjendur og munurinn á því hreinlega sá að innflytjendur inn í hópnum innflytjendur eru þeir sem hafa þegar öðlast íslenskt ríkisfang pluss erlendir ríkisborgarar. Þannig að innflytjendur eru alltaf hærri tala. Og þarna, á hinu grafinu, fjölgunin í ferðamálunum. Fjöldi erlendra ferðamanna til Íslands frá árinu 2000 til 2020. Og þið sjáu hvað þetta eru samstíga gröf. Og það segir okkur bara strax þegar maður sér þetta svona myndrænt að það hlýtur að vera eitthvað samhengi þarna á milli. Ekki það? Nú, hérna sjáum við graf þátttöku innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði og efsta línan eru allir og svo erum við með flokkar þetta karlar, þessi græna, það gul og græna, það fyrir neðan það eru kallar og konur sem eiga lögheimili á Íslandi og bleika og bláa eru kallar og konur sem eiga ekki lögheimili á Íslandi. Og þetta eru, ég var búin að hafa samband við Vinnumálastofnun, ég fékk ekki hérna nýrri tölur, þannig að ég biðst velvirðingar á því og það Hagstofan alltaf líka svolítið lengi að setja inn sínar tölur, þannig að við verðum bara að vera þolinmóð, en ég held að hafi ekki orðið neinar grundvallarbreytingar síðan hann mitt sumar 2018. Það að vísu það sem hefur gerst síðan þá að það hefur orðið þessi afturkippur í ferðaþjónustunni, en það þýðir ekki endilega innflytjendum hafi fækkað á Íslandi, nema síður sé. Það er vísu fleiri á atvinnuleysisskrá núna heldur voru þá, en þeim hefur ekkert fækkað. Nú hérna, bara svona svo við áttum okkur á dreifingunni, þetta hlutfall hérna innflytjenda af íbúum eftir landshlutum og þeir eru mismunandi fjölmennir eftir landshlutum. Sá landshluti þar sem innflytjendur eru fjölmennastir og hefur gerst á örskömmum tíma heimasveit mín suður með sjó. Ég veit að ein kona í salnum sem líka þaðan og það samfélag sem hefur breyst alveg svakalega mikið, gengið í gegnum bara svona holskeflur af samfélagslegum breytingum á kannski 30 árum. Þetta var fiskipláss með herinn í túnjaðrinum og svo fór kvótinn og svo fór herinn og það var viðvarandi atvinnuleysi þar, en þegar að sprengingin verður í ferðaþjónustunni að þá verður alveg svakaleg fólksfjölgun og þetta það svæði á Íslandi þar sem mest fólksfjölgun hefur orðið núna undanfarin ár og til fróðleiks má nefna það að 25% allra íbúa í bænum Reykjanesbæ sem áður hét Keflavík og Njarðvík eru fólk af erlendum uppruna. Og það 20% í hinu sveitarfélögunum. Þetta alltaf alveg gífurlega há tala og gerist á nánast engum tíma, á mettíma. Við sjáum að lægsta hlutfallið á Norðurlandi vestra, þar hefur líka verið ládeyða í Húnavatnssýslunum og Skagafirði, þið vitið það innflytjendur eru þar sem að það hefur verið uppbygging í atvinnulífinu,
það eitthvað, þeir ætla að sækja í störfin og þeir eru flestir að koma hérna vegna vinnu. Nú ef við skoðum aðeins aðra útgáfu af þessu að þá sem sagt ekki dreifing, ekki hlutfall af íbúum innan landshluta, heldur hvernig dreifast þessir nota bene 60.000 manns sem innflytjendur eru, hvernig dreifast þeir á landið. Þeir eru nákvæmlega í takti við popúlasjónina eða íbúafjölda á höfuðborgarsvæðinu miðað við landið. Þið vitið að 65% Íslendinga býr á höfuðborgarsvæðinu og sama gildir innflytjendur. Þeir raðast alveg eins niður, sem líka fróðlegt vegna þess að þegar þeir voru að byrja að koma fyrir 30 árum kannski, svona í mjög litlu mæli, að þá röðuðu þeir sér á fiskiplássin, sjávarplássin eftir út til strandar og síðan, það voru mjög fáir í Reykjavík, en það máttu þeir ekki vinna nema mjög takmarkað, það voru allstaðar lokaðir, þeir máttu bara vera í fiski og örfá og öðru. Og það nú allt saman breyst og þetta svona til svona líka, hvernig aldursskiptingin annars vegar í þýðinu, eins og ég held ég að heiti, almennt þýði landsmanna, ef maður segir sem svo, aldursdreifingin og svo aldursdreifing meðal innflytjenda og þið sjáu hvað þetta svakalega ólíkt. Almenn dreifing hérna til, vinstri og það alveg frá börnum og upp í þá sem eru á tíræðisaldri eða hvað það nú endar þar hérna niðri, hæsti aldurinn 96 ára eitthvað svoleiðis. Hérna eru innflytjendur og má ég aðeins, ég verða eiginlega að ganga hérna frá labba hérna og sýna ykkur, þetta hérna 18 til 20 ára og þetta hérna 48 ára eitthvað. Þeir eru mest á bilinu svona 20 til 45-50. Sem þýðir það að það ákaflega lítið álag á heilbrigðiskerfið og svoleiðis. Þeir eru ekki farnir að fylla elliheimilin eða það tiltölulega að fá börn og svoleiðis, þannig að svo því sé haldið til haga. Nú þá sjáum við hvernig þetta dreifast eftir stéttarfélögum og ég veit ekki hvort þið sjáu þetta almennilega, en þetta hlutfall af innflytjendum innan stéttarfélaganna og í Eflingu að þá eru þeir vel yfir 50% og sama gildir Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur sem aðal stéttarfélagið suður með sjó. Nú Hlíf í Hafnarfirði, það lægra, Báran og Selfossi sem verkalýðsfélag sem nær alla Árnessýslu, svo annað á Hvolsvelli, þið vitið, en sem sagt mjög stór hluti þeirra sem eru í Bárunni til dæmis það ekki Þorlákshöfn og ekki Hveragerði, en það fyrir austan Ölfusá og upp eftir sveitum Árnessýslu með öllum veitingastöðunum og ferðamannastöðunum. Og svo ég líka með Matvís, af því að ég fór inn á, ég talaði fullt af stéttarfélagsfulltrúum og meðal annars hjá Matvís sem eru kokkarnir og þar líka, þar eru 15%, það getur vel verið að sé hærra en núna, þetta eru svona farnar að vera gamla tölur. En svo eru Pólverjarnir líka hérna og þeir eru iðulega mjög fjölmennir og það helgast einfaldlega því að þeir eru langstærsti innflytjendahópurinn. Pólverjar eru svona 35-6% af öllum innflytjendum á Íslandi, þannig að þeir eru alveg dóminerandi í Keflavík, þar eru alveg rosalega margir. Og þetta náttúrulega líka bara ýmsar, eru alls konar áskoranir fyrir leiðtogana í launþegahreyfingunni og í atvinnulífinu líka að þegar að hlutföllin eru orðin svona. Ef við skoðum önnur stéttarfélög að þá eru kannski í VR kannski 10-15%, í BHM það einhvers staðar undir 5% og það, ég læti ykkur það eftir að lesa í það. En hérna erum við með starfandi ferðaþjónustu eftir kyni, aldri og bakgrunni frá 2010 til 2018 og neðri súlurnar eru kallar og konur, kallar eru bleikir og konurnar eru bláar hérna niðri og þetta fjöldi innflytjenda í ferðaþjónustunni og hitt eru allir.
Og þið sjáið að súlurnar hérna eru að fara niður fyrir hérna Íslendinga og upp hjá innflytjendum, sjáið þið. Og það líka svona, gefur okkur ákveðna vísbendingar. Hérna, þetta kom mér svolítið, já ég var að segja, þetta kom mér eiginlega svolítið óvart hvað það var lítil áhersla á starfsfólk í þessum markmiðum sem ég var að lesa og las alls kyns skýrslur. Það voru arðsemismarkmið og það voru tala ferðamannastaði og þetta, en það var tiltölulega mjög lítið starfsfólkið. Að það væri einhver svona augljós markmið hvernig hérna starfsfólkið ætti að vera eða hvaða kröfur væri gerðar og svo framvegis. Það var allavega ekki, það var ekki augljóst. Og hérna, eins og þetta var í fyrra vor og þegar ég var að vinna þetta 2018 að þá voru 40%, svona upp undir 40% allra skráðra innflytjenda að vinna í ferðaþjónustu. Það er mjög hátt hlutfall. Og þessar tölur sem ég er með á eftir og sýni ykkur, þær eru, ef eitthvað þá eru þær mjög svona íhaldsamar. Ég gæti alveg trúa að það væru hærri í raun. Að ég fékk iðulega tölur sem fastrána, ekki lausa fólk. En það er ekki hægt að útvista hérna þjónustöðum í ferðaþjónustu. Þú sendir það ekki til Asíu. Eða, þú róbótavæðir ekki það að skiptum á rúmum. Ég á allir að sjá það gerast. Og eins að þjóna í matsal, jú það er þetta að vera með einhvern svona hlaðborð, en þið vitið, það er bara, eiginlega fyrir sig að hún er mannaflsfrek og mun verða það áfram, allavega ókomin ár. Nú hérna er hérna önnur útgáfa af þessu sama á áðan, hlutfallslega þá eru þeir 32% þegar ég geri þetta og tæplega 70% Íslendingar. Og þetta hefur alltaf, þeir fer mjög ört fjölgandi. Og hérna, íslensku vinnumarkaður er etnískt landskiptur eins og ég kom inn á áðan og það sem er líka fróðlegt við innflytjendur á Íslandi og ferðaþjónustuna einkum og sér líka, er þessi, þetta er ekki, þetta er varla hægt að tala þróun. Það er miklu nær að tala bara sprengingu. Vegna þess að þetta er í raun og veru sprenging. Þetta er svo ofsalega, þetta er svo stór stíg aukning að það er eiginlega, það er hérna vanmat að tala einhverja eðlilega þróun. Þetta stekkur bara, tekur risaskref upp á við. Og ég vona að þessi fullyrðing sé hérna bara dated eins og heitir að ferðaþjónustan líði fyrir skort á samræmdri heildarstefnu. Ég vona að sá dagur sé að renna upp að það sé ekki. En ég gat ekki komist að annarri niðurstöðu þegar ég var að skoða alls kyns skýrslur og gögn og að það vantaði, það voru svo margir þarna efst uppi og það var ekki samhljómur þarna á milli. Það var Íslandsstofa, það var ferðamálastofa, svo var þessi og svo var hinn og það einhvern veginn, svo var skrifstofa ferðamál í einu ráðuneytinu og ég bara klóraði mér í höfðinu og þetta er dálítið flókið. Og svo fann ég, hún var alveg sprungun ný skýrsla, ég held að það hefði verið annarkvort, ríkisendurskoðandi, sem sagði það á mjög ákveðinn penan hátt að ferðaþjónustan liði fyrir skort á samræmdri heildarstefnu og ég var mjög fegin því að hafa hans orð til að bakka mín upp. Og þetta getur að sjálfsögðu haft áhrif á stöðu starfsfólksins í greininni og sérstaklega það sem að veikustum fæti stendur, ef svo má orðið komast. Nú, hótelin, sem eru núna samkvæmt nýjustu tölur frá Hagstofu Íslands, þá eru 680 hótel í Reykjavík einnig saman. Og ég þekkti lungan af öllum hótelum í Reykjavík, langur vegur frá því. Það er ekki bara Reykjavík, það er höfuðborgarsvæði. En sjáið þið þetta sem stendur hér, að þetta er uppruni starfsfólksins, Íslendingar eru rétt innan við 1/4, meðan að Pólverjar eru, hvað stendur þarna, 37% og restin er fólk frá öðrum löndum. Þannig að ég held okkur sé alveg óhætt að fullyrða það að hótelunum alltént sé haldi gangandi með erlendu starfsfólki.
það væri svakalegt ef að þau færi til mér öll í verkfall einn góðan við þetta. Þá held ég að yrði ekki mikil starfsemi. Og þetta hefur gert bara á tiltölulega skammum tíma. Hér er eitt hótel í bænum, bara sem dæmi, og það sem ég var nú að tala við Gunnþóru og Jóhann áðan og segja þeim að ég er meðal annars að er með námskeið þar sem ég er að kenna fólki stjórnendum á vinnustöðum sem eru með svona margbreytilega staff eða starfsfólk. Það eru ýmsar áskoranir sem fylgja því að vera með það og þannig sjáu það er handleggur. Það er handleggur að vera stjórnandi á vinnustað. Það er svo með starfsfólk sem er bara nánast eins og svona mikrokosm af Sameinuðu þjóðunum. Í alvöru. Og við sérstaklega fyrir okkur sem komum úr landi sem er ofboðslega einslegt eða samfélagi og það sem áherslan var á einsleitni og allir tala eins og gera eins og er í sama trúarsöfnuðinum og guð má vita hvað. Við erum bara ofboðslega lítil og smá og einsleit. Og þannig að þetta er algjörlega nýtt fyrir okkur. Og þetta er aðeins svona bara útfærsla á þessu hvernig það er að vera stjórnandi á svona vinnustað. Og þetta eru miklar áskoranir sem fylgja þessu og ég er ekki endilega viss að þeir sem hafa lært, þó ég viti það að koma inn núna mannauðsstjórn sem er vinsælt fag, þetta er að koma aðeins inn núna en til skamstíma var það ekki. Og vitundin að þetta skipti einhverju máli var bara mjög lítil. Og það skiptir máli að hafa næmi fyrir menningarlegu mun og kunnáttu til að takast á við það núning. Það skapast alltaf núningur þar sem fólk er samankomið. Það skiptir ekki máli hvað er uppruni. Það er bara partur af mannlegri tilveru, ekki satt. En það að kunna að leysa úr því með þessa nýju vídd inni. Og það sem gerist iðulega óafvitandi er það að þeir innflytjendur eru útilokaðir. Ekki endilega með þetta, þeir verða bara utanveltu. Og það er ýmislegt í fari okkar heimamanna sem að orsakar það. Og það skiptir svo miklu máli upp á alla framtíð líka að halda í fólk og finna, og það finni að það er velkomið bæði á vinnustaðnum og í samfélaginu, að það sé tekið með. Að það sé inklúderað, það sé inni, það sé ekki alltaf dinglandi fyrir utan eins og og sinnt svo bara svona þegar einhver mann eftir þeim. En starfsfólki var mjög ánægt með flatan valdastrúktúr og átti margt af því alls ekki því að venjast og þessi vinsælegu samskipti fyrir marga var þetta nýtt að þurfa að ávarpa yfirmann sína með fyrsta nafni. Þótti ákaflega erfitt. Og áttu þess ekki alveg að hvernig þau gátu haldið vaðið svolítið fyrir þeim, en þau voru líka mjög ánægð með þessa hvað þau voru tryggð, þessi réttarstaðir, margt af innflytjendum er að koma, margir eru að koma frá löndum þar sem vinnulöggjöfin er bara miklu veikari en hún er hér. Og þetta er erfið vinna og eins og því það þarf alltaf að nefna það, geti ímyndað ykkur að skipta á, ég veit ekki hvað mörgum rúmum, það er ofboðslegt turnover eða starfsmanna velta í því. Þetta er bara svo líkamlega erfið vinna og erfiðar vaktir þar að auki. Hérna sjáu þið aldurinn, ekki starfsaldur heldur aldurinn, bleika súlan er 20 til 35 ára og þið sjáu hvað hún er yfirgnæfandi. Og það er Reykjavík, landsbyggð og meðaltal. Og það er nánast enginn yfir 56 ára. Þetta er bara ofboðslega ungt fólk og þessar tölur eru algjörlega í takti við alþjóðlegar tölur frá, ég er bara að muna hvað svo stofnun heitir, það er einhver alþjóðleg ferðamála, já, það eru 35 ár eru svona gegnumganga þar fyrir neðan, konur í meirihluta á hótelum til dæmis. Enska, fyrsta samskiptamálið, það kemur ykkur sjálfsagt ekkert óvart, pólska í öðru sæti og íslenska í þriðja. En starfsþróunin innan hótela sem er töluverð, hún ræðst af enskukunnáttu en ekki íslensku. Og það sagði mér ég fór nú ekki að skoða það, en ég veit að starfsþróun á hótelum, til dæmis í Noregi, er ekki, og bara existerar ekki.
Þú ert bara þarna þess að þú ert og þú færð ekkert að, en það er mjög algengt að þeir byrji kannski í herbyggjum, fari svo í morgunverðarborðið, úr morgunverðarborðinu yfir á deskinn, í móttökuna, þannig að það er augljóslega, það er hægt að færa sig til. En lítill möguleik til að tala íslensku og hérna sjáum við tungumálin, enskan er græna súlan lengst til vinstri og bleika er íslenska, gula er pólska og svo er þetta önnur tungumál, rúmenska, litháíska og svo framvegis, en íslenska er annað tungumál í 35% tilvika. Þannig við erum bara að tala allt annan heim. Upprunalegt starfsfólk á bílaleigum, það var svolítið öðruvísi, meðaltali 40-60 hérna, en þið sjáu það varierar töluvert á milli bílaleiga og þarna er aftur það sem að einkennir bílaleigurnar, þið vitið náttúrulega líka að þær eru svona, aukningi var svona hjá þeim. Það eru 26.000 bílaleigubílar á Íslandi og kannski ekki skrítið að hafi dregið úr ásókn í skipulagða ferðir með gætum hjá ferðaþjónustufyrirtækjunum. En hérna sjáum við aldur starfsfólksins á bílaleigunum. Þetta eru mest strákar, ungir. 20-35 ára er bleika súlan. En þeir eru aftur í alls konar störfum. Þeir eru að þrífa bílana, alferði útlendingar, þeir eru líka í, sem að fara upp í Leifsstöð, því að við séum það hérna, Mr. Smith, hafið ekki séð þetta? Þeir eru í þessu líka og á deskinum í bílaleigunum og allar bílaleigur á Íslandi eru með flotastöðvarsur í Keflavík. Og það eru meira þess fyrirtæki sem sérhæfir sig í því að vera með strætó sem keyrir frá Leifsstöð að bílaleigunum. Það er alls konar störf sem hafa alltaf að skapast. Nú hérna er upprunalegt starfsfólk hjá hópferðafyrirtækjum, þar eru Íslendingar í meirihluta og þetta eru nota bene líka fastir starfsmenn, en ég veit þess ég þekki mjög vel til eins fyrirtæki sem er bara mjög stórt á markaði og það eru alveg gífurlegur fjöldi af erlendum bílstjórum, alls staðar að. Og þetta er þess að bara fyrirtæki 1, 2, 3, þetta eru, ég er ekkert að, þið vitið alveg hvaða fyrirtæki þetta eru þessi stóru, stabiliseruðu fyrirtæki sem eru sumhver bara meira en hálfrar aldar gömul og önnur nýrri. Nú, hérna skuggahliða ferðaþjónustunnar, ég ætla nú ekki að fara mikið í sauman á því hérna, en annað en það að það er ekki annað en hægt, það er ekki annað hægt en að fordæma það. Og þeir sögðu mér stéttarfélagsfulltrúar á Selfossi sem hafa mikið verið að eiga við þetta, komið mikið inn á borð hjá þeim, að þeir áætluðu að það væri svona 15% atvinnurekenda í ferðaþjónustu sem væri í þessum flokki og þeir kölluðu þá, ég held ég muni þetta rétt, lukkurittara sem hefðu akkurat engan áhuga á ferðaþjónustu, þeir hafa bara áhuga að græða. Þannig að þeir hoppa bara leið að það verður eitthvað, þá hoppa þeir bara á nýju, þegar kemur eitthvað nýtt, þá fara þeir bara þangað, vildu þeir meina. Og ég segi hérna, holur hljómur í fyrirheitur félagslega ábyrga ferðaþjónustu sem að ferðaþjónusturaðilar hafa samþykkt, ef að þetta er ekki tekið hart á þessu. Af því þetta getur líka, ég er þeirra skoðunar og ég hef unnið sem gæt, ég var að segja og gerir það alltaf öðru hverju, og hef kannski ennþá meiri skoðanir á þessu fyrir vikið, en ég held því fram að hver einasta manneskja sem starfar í íslenskri ferðaþjónustu, hún er, like it or not, andlit íslenskrar ferðaþjónustu. Bílstjóri sem er truntulegur í Leifsstöð við eitthvað farþega, það hefur bara áhrif, það hefur allt áhrif. Þess vegna skiptir það máli að við séum með fólk sem er ánægt í starfi og við séum að koma fram við fólk af þeirri virðingu sem það á skilið. Og hérna þess að segja, má veltaði fyrir sig hvort að orðspor ferðamannalandsins Íslands sé stefnt í hættu. Nú, því miður að þá segi ég, það hefur verið, og vonandi er þetta líka bara, ég ger mig grein fyrir, þetta er svo nýtt og svo mikil þensla og alltaf að menn hafa kannski fengið núna svolítið svigrúm eftir að var þessi afturkippur eða hvað við köllum það, til þess að skoða hlutina betur og hafa meiri umhugsunar, tíma til að hugsa bara í staðinn fyrir að vera bara alltaf að bregðast við meira og meira, fleira og fleira fólki. En
við þurfum að leggja meiri áherslu á velferð alls starfsfólksins og þessa erlenda starfsfólks sem að koma hérna. Og stjórnvöld hafa alls ekki staðið sig, það verður bara að segja stálum svo þau hafa verið alltaf að mæta ykkur vinnuaflsþörf, þeir hafa ekki hugsað fyrir húsnæðisþörf innflytjenda, það er ekki hægt að taka á móti fleiri tugum þúsunda fólks á þess að ætla því að búa einhvers staðar, maður sefur ekki úti á Íslandi, það er deginum ljósara og þannig að það er vonandi að lagast. Etnískt lagskiptur vinnumarkað þar sem innflytjendur eru í yfirgnæfandi meirihluta þeirra sem sinna láglaunastörfum ekki æskileg félagsleg þróun, hvorki fyrir þá né samfélagið í heild. Og það er eitthvað líka sem sérhver, þarna þurfa bara allir að leggjast á árarnar og skoða. Hvaða mannauð eru þið með í þessum fyrirtækjum þar sem allt þetta erlenda starfsfólk að vinna? Eru þið kannski með eitthvað fólk sem hefur sérþekkingu sem þið gætu hugsanlega nýtt annars staðar? Og þá veit ég að hótelunum það er fullt, ekkert fullt, það er alls ekkert óþekkt að það séu hótelstjórar erlendum uppruna og deildarstjórar og svona, en ég segi bara betur má duga skal. Og svona í lokin að þá er pólitískum yfirvöldum og ráðamönnum innan ferðaþjónustunnar þeim ber skylda til að sjá til þess að starfsfólki séu boðin mannsæmandi kjör og aðstæður í því landi sem þau kosið að helga krafta sína. Því það er líka rosalega dýrt ef að fólk er alltaf að flytja og alltaf að koma nýtt, þið vitið. Við verðum að geta haldið í það fólk sem er búið að koma sér fyrir hérna. Þannig að þetta helst allt í hendur. Ég held bara að, já, þetta eru áskoranirnar og ég held að þetta sé síðasta glæran. Vantar langtíma sýn, mér skilst það að segja ný stefna í farvatninu. En það vantar langtíma sýn á innflytjendalandið Ísland. Það vantar bara töluvert upp á það og sama gildir fyrir íslenska ferðaþjónustu og svo er þetta er bara svona áleitnar spurningar sem ég held að sé mjög hollt að maður spyrir sig. Hvernig landi viljum við búa í? Hvernig höfum við ímyndað okkur að samfélagið þróaðist eftir 10-20 ár? Ef það verður sama þróun, þá væri eftir 20 ár, þá væri 80% af fjölgun á innflytjendum. Það er 80% af fjölgun á innflytjendum síðan árið 2000 og ef það er 80% af fjölgun á innflytjendum næstu 20 árin, þá getur einhver sem er skarpar í útreikningin ég hef fundið út hversu tala er, en við þurfum að hugsa, við þurfum líka bara, hvernig ætlum við að hafa þetta tvískipt samfélag þar sem eru innflytjendur og Íslendingar. Ég held að það kunni ekki góðri lukku að stýra og eiga að vera samþjappaðir í ákveðin störf eða ætlum við að opna dyrnar. Og þetta undirboð og arðrán svört atvinnustarfsemi ógna ekki bara velferð þeirra einstaklinga sem verður fyrir barninu henni heldur öllu velferðarsamfélaginu. Og ég held að það sé þannig sem við verðum að nálgast það. Við nálgumstum þetta ekki bara út frá því að það sé einhverjir einn eða tveir sem verður fyrir barninu og svo heldur það er allt undir. Svona eins og ég skil þetta. Herri, þá er þetta bara síðasta glæran. Segi bara takk. Glæsilegt. Þakka þér fyrir, Hallfríður. Ef menn eru með spurningar eða pælingar, athugasemdir og móðganir, þá er bara að láta í sig heyra. En við munum þá koma með míkrofón og þannig að þið getið borið fram spurningar eða það sem þið viljið segja í míkrofónin. Er einhver sem vill segja eitthvað? Mig langar sjálfan að spyrja eitt. Það var eitt sem ég tók eftir í félagstörfum sem ég vissi ekki og finnst nú athyglisvert. Ég eiginlega bjóst kannski meira við, eða þú myndir gera meira úr því að það væri verið að fara einhver leyti illa með erlenda láglaunastarfsmenn á Íslandi í ferðaþjónustu. En eiginlega var glæraðin það, hún var bara býsna jákvæð, þar að segja að þeir væru ánægðir með að hafa trygga réttarstöðu, það væri flatur valdastruktúr, yfirmenn á Íslandi væri ekki með einhverja stæla og menn væri svona á first name basis eins og við þekkjum og ættu bara almenn svona stælalaus samskipti. Er það svona stóra myndin? Það er stóra myndin.
En rannsóknin sem slík, hún fjallaði ekki skuggalega ferðaþjónustuna, en ég sá mig knúna til að taka svona tvist á það, vegna þess að það búið að vera svo áleitið í umræðinni. Og það alveg heill kafli þetta og það sem að ég fer í sauman á þessu. Og það sem að menn áttuðu sig kannski heldur ekki á, að það var alltaf verið að tala hvað heitir það? Það heitir á ensku trafficking. Og heitir þá öllum nágranna tungumálunum, Evróputungumálunum. Trafficking þýðir, það kallað mansal, M-A-N-sal, og man þýðir, fyrir þá sem ekki vita, það ekkert endilega að vísta að það einhver sem í ánauð. Og flest okkar skilja þetta sem mansal með 2 önnum. En þetta það má alveg, við almennt kalla það líka. En það var svo rosalega lengi bundið við kynlífsþrælkun. Fólk náði ekki einhvern veginn hugsunin að það gæti verið líka bara á vinnumarkaði. Ég talaði við einn mannastjóra á stóru hóteli hér í bænum og ég held ég hafi vitnað í hana í þessum kafla. Það sem hún var að tala það að væri konur að vinna hjá sér sem að hún hefði illan, það lætist það henni svo ljóti grunur að þær væru í mansali. Það að segja, þær voru á vegum einhverja manna sem að hirtu launin þeirra. Birtingaformin eru svo mörg, skiljiði, og þetta eitthvað sem að við erum kannski svo grandalaus gagnvart og það koma konur, segjum, sem eru svona ofsalega vulnerabúlega veikar, standa veikum eða höllum fæti og þær segja kannski, já, viltu bara leggja launin mín inn á hann Jón eitthvað og nei, þú átt sjálf að hafa bankareikning. Og þá getur það bara verið eitthvað núningur, skilji. Þannig að birtingaformi fyrir utan þessi augljósu eins og var, ég held ég hafi örugglega fylgst með hestaleigunum, sem eru bara ekkert að gefa neitt upp og eru bara með fólk í sjálfboðaliða störfum, sem ASÍ hefur tekið og SA hafa verið að gagnrýna. Hvenær ertu sjálfboðalið og hvenær ertu ekki sjálfboðalið? Það alveg skýrar reglur í lögum með það hvenær maður sjálfboðalið. Þú ert ekki sjálfboðalið í starfi sem rekið í hagnaðarskyni. Punktum basta, það þarf ekki að ræða það frekar. Og það dálítil brögð af því, og svo náttúrulega heilmikil brögð af því að fólk ef þið fari bara inn á þessar síður sem ég nefni í skýrslunni, man ekki hvað heita í augnablikinu, það svona auglýst eftir starfsfólki, og þá eru sveitabæir og alls konar auglýst eftir starfsfólki og þau fólk fara að borða og fara í reiðtúr en á kannski að vinna, það sagt að vinna ekki meira en 20 tíma sem innan einhverja þessara marka en svo kannski endar það með að vinna 14 tíma á dag og hefur enga trygging og enga réttastaða þeirra mjög hæpin. Þannig að þetta auðvitað eitthvað sem að greinin og bara íslenskt atvinnulíf þarf að vera ákaflega vakandi gagnvart. Því það líka ekkert réttlætt í því ef einhver ekki að borga staðgreiðslu og ekki að borga launatengd gjöld, nýtur allra þjónustu sem samfélagi hefur upp á að bjóða en leggur ekkert á mörkum. Hvað er þetta? Þetta mikrofónum. Þetta mikrofón. Eitthvað, Robin? Ég ætla að koma með mikrofón til þín og þú bara kynir þér stuttu og segir það sem liggur á hjarta. Já, Robin heitir ég, hefur hitt minn einu sinni eða 2. Ég sjálf útlendingur búin að vinna í íslenska ferðaþjónustu í 17 ár og takk fyrir mjög skemmtilegt erindi og punktum sem við þurfum að heyra Ég með spurningu svona afturfylgt og afturlit eins og þetta núna í samstarfi við Ferðaklassan og Ferðamálastofa og ég get nefna mörg 100 dæmi svona mansal og alls konar sem ekki í lagi í svona vinnustöðurum mörgum á Íslandi. Ég vinn mikið með stéttarfélögum sem að reyna að hjálpa starfsfólk sem lendir í svona alls konar málum. En eitthvað svona störf í gangi til að bæta við afturfylgt ef þú að fá leyfi frá Ferðamálastofu eða til að vinna í greinun sem þú þarf að bara standa þig við svona betri rekstri eða jafni með erlenda starfsmönnum og Íslendingur.
bara eitthvað eins og ef fólk ekkert að fá launin eða ef það finnst út, það eitthvað rosalega rangt. Ég þekki svo mörgum dögum sem Efling eða einhverjur, þau getur ekki mikið gert og þessi fyrirtæki haldast áfram endalaus að komast upp með það og skipta endalaus út nýja starfsfólk, það kemur nýja útlendingur og eitthvað í vinnslu núna til að koma gagnvart þetta haldast áfram í framtíðin. Ég þekki náttúrulega ekki til lagaumhverfis eða aðgerða hvorki Ferðamálastofu eða ykkar hérna, en það sem ég veit það að þessir óbrotnu aðilar, þeir hafa notfært sér kennitöluflakk óspart og þegar þeir nota sér kennitöluflakk að þá sæta þeir engri ábyrgð og það náttúrulega bara á reikning íslenskra yfirvalda. Engra annara að leyfa það að einhver taki allt út úr einhver fyrirtæki, setja það á hausinn, opni svo undir nýrri kennitölu og nýju nafni viku seinna, skuldi svo og svo mikið, ég sé ekki alveg, mér finnst það bara ekki ganga upp siðlega eða einn eða annan, það bara óverjandi í alla staði. Og þetta þessi mál hvað heitir á ensku, exploitation, arðrán og misneytingu starfsmanna, þau kemur mjög mikið inn á borð til stéttarfélaganna. 60% af öllum málum sem þau að alltaf fólk sem kemur þangað eru útlendingar sem eru að leita réttar síns vegna þess að það hefur verið svindla á þeim. Og það náttúrulega alls ekki nógu gott. Og oft á tíma eins og ég segi, þá þarf þegar við erum líka að fá fólk með fullri virðingu, en fólk sem kemur frá sem bara fátækum löndum, þar sem pólitísk yfirvöld hafa verið mjög spilt í áratugi, öll vinnulöggjöf verið í skötu líki, svo ég tala nú bara óbrengla íslensku, að það fólk ekkert að gera einhverjar kröfur. En við verðum að standa vörð þau réttindi sem hefur verið barist fyrir og þess vegna það allra hagur að kynna þessu starfsfólki hver réttastaða þeirra á vinnumarkaði, bæði réttindi og skyldur. Til dæmis var einn misskilningur eða eitt atriði sem hefur valdið misskilningi meðal margra erlendra starfsmanna sem áttu því ekki að venjast að eiga rétt á veikindadögum. Og það svona að jafnaði 2 vinnudagar í mánuði. Og þá litu sumir svo að þetta væri bara sumarfrí. Ég geti bara tekið þessa daga út og bara, já, þetta hvað sem ég var rétt á þessu, en þá þurfti að skýra út fyrir þeim, nei, ef þú eyðir öllum veikindadögunum og svo gerist eitthvað, þú verður veikur, þá áttu ekkert inni. Og þeir áttuðu sig ekki á því. Þannig að upplýsingin náttúrulega líka okkar og það kannski líka bara íslenskra yfirvalda að standa sig betur í stykkinu. Mér finnst það vantar töluvert mikið upp að það engin miðstöð fyrir innflytjendur á höfuðborgarsvæðinu. Þeir þurfa að finna út, þeir fara til sýslumanns í Kópavogi, fara þarna til þessa og lengi það bara alveg nýskið að það var að merkja strætóstoppistöðvar. Þú ætti bara að vita hvar Skógarhlíðin var og ætti bara að vita hvað veistu. Þið veitir, við hugsum svo mikið svoleiðis að því við þekkjum það, en við þurfum að læra að setja okkur í stellingar. Þannig að það ýmislegt svona sem að mætti miklu betur fara. Já, þegar þú segir þetta með merkingarnar að þá leið mér akkurat svona eins og innflytjenda á Akureyri í síðustu viku. Þá fórum við í Kjarnaskóg til þess að fara á gönguskíði og það voru stór kort sem sýndi allt svæði en það sýndi ekkert á þessum kortum hvar maður væri sjálfur. Það var bara gert ráð fyrir að maður væri Akureyringur og vissi nákvæmlega hvar maður væri staddur. Þetta svolítið íslenskt, sko. Já. Heyriði, en tíminn floginn. Við þakkum kærlega fyrir, Dr. Hallfreður, góða framsögu og von bara áðar verður upptaka af fundinum komin á netið á heimasíðu Ferðamálastofu. Þannig að ef þið viljið rifja eitthvað upp eða senda á þá sem þið þekkið og teldu þau gott af að fá smá fræðslu, þá skulið þið nýta ykkur það. Og svo hafið þið kontaktupplýsingarnar hennar Hallfríðar hér ef þið viljið hafa samband við hana í framhaldinu. Það ennþá til veitingar ef þið viljið fá ykkur í svona árið farið og fá ykkur kaffisopa. En ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og samveruna í dag. Ég þakka kærlega fyrir mig.
business.